öryggi á rannsókn gríðarlega mikilvægt og okkur annt að allir fari heilir heim. Slysin ger ekki búið undan sér, svo mikið víst. Við verðum reglulega að rifja upp öryggismál. Ef við fylgjum settum tilmælum þá erum við örugg í okkar vinnu. Flug akt 220 tilkynnir brottför í heim vísindanna. Kæru launþegar, velkomin í rannsóknarnámskeið. Ferðin mun taka 7 klukkustundir og 60 mínútur. Í myndbandi þessu verður farið yfir helstu öryggisatriði á meðan á ferðinni stendur. Í tölvum sem staðsettar eru víðs vegar launþegarrýmið má finna upplýsingar lyfja- og rannsóknarefni, svokallaðar Material Safety Data Sheets. Allar upplýsingar eru á síðu öryggis, heilsu og umhverfissviðs. Einnig eru eitrunarmerkingar á efnavöru og eru launþegar beðnir að gæta að slíkum merkingum. Ef launþegar umgangast efnavöru með varúð og virðingu má minnka talsvert líkur á slysum í þessari ferð. Næstum því slys ber að tilkynna á intravef aktaris. Verið dugleg að tilkynna næstum slys því þó þú hafir sloppið með skrekkinn, þá er ekki víst að næsti maður sleppi heill úr ferðinni. Lítum á annað dæmi þessu til staðfestingar. Í miðri ferð verður boðið upp á mat sem hægt er að kaupa gegn vægu verði. Úrval vikunnar má finna í síðuvasa og heimasíðu Aktavis á Íslandi. Einnig verður boðið upp á vatn með mat og kaffi á eftir. Falli blóðsykur skyndilega í launþegum er tilvalið að neyta ávaxta sem í boði eru sem millimál. Athugið að neysla matar og drykkjar er með öllu óheimil á rannsóknarstofum launþegarrýmisins. Einnig er með öllu óheimilt að neyta matar í slopp á kaffistofum og mötuneyti. Duty-free verslunin á annarri hæð er öllum opin en þar er að finna úrval sælgætis á hófsömu verði.
Gjafavara er af skornum skammti en bleikir hanskar hafa þó notið síaukina vinsælda. Er þessi góður? Já, þeir eru mjög góðir. Sérstaklega gott verð á þeim. Já, ok. Það ég að taka þá. Já. Í þessari ferð er okkur annt umhverfið. Rétt flokkun á rusli er mikilvæg. Á rannsóknarstofum eru flokkunarílát fyrir rusl, svo sem pappi, gler, plast, plastál og almennt heimilissorp. Í plastruslið fer allt hart plast. Athugið að hanskar eru ekki plast. Þeir launþegar sem vilja vernda umhverfið enn frekar er bent á ítarlegri flokkunarílát í nokkrum kaffihornum launþegarins. Lyfjum og uppleystum lyfjum í injektorglösum er fargað í þar til gerðar tunnur merktar lyf til eyðingar. Launþegum ber skilyrðislaust að vera með öryggisgleraugu í slopp og í lokuðum ógegndræpum skóm á rannsóknarstofum launþegarhýmisins. Æskilegt þykir að annar fatnaður launþega sé úr bómullarefnum. Verði slys geta gervefni í fatnaði valdið miklum skaða. Athugið að opna aldrei skóna á meðan á ferðinni stendur. Slíkt getur valdið aðsvifi nærstaddra. Öryggisgleraugu eru ekki til að vernda hárið, ennið eða hálsinn, heldur augun. Hanskar skulu notaðir eftir þörfum og athugið þá að nota viðeigandi hanskategund, svo sem sýruþolna hanska þegar unnið er með sýrur. Komi til ókyrrðar í lofti þannig að vökvar sullist úr kolbum á húð launþega skal umsvifalaust farið undir krana og skolað með köldu vatni. Komi til ókyrrðar enn á ný í þessari ferð þannig að hættulegur vökvi spillist á föt eða á líkama skal svo fljótt sem auðið er fara í neyðarsturtu sem staðsett er á hverri rannsóknarstofu og fjarlægja föt. Skiptir þá engu þó undirfötin séu ekki í stíl. Að sturtu lokinni er boðið upp á silkimjúkt hvítt handklæði og joggingala sem staðsettur er nálægt hverri sturtu. Vinsamlegast misnotið ekki sturturnar til þess eins að komast í joggingalan. Ef vökvi skvettist í augu skal undir eins skola augun. Verið meðvitið hvar augnskólin eru staðsett á rannsóknarstofunni ykkar áður en þið slasið ykkur. Ef sýra eða basi fer í augun skal gera eftirfarandi. Taka bláu flöskuna, snúa tappa, skola augun með allri flöskunni, ná næst í grænu flöskuna, snúa tappa og skola, leitið læknis. Fyrir aðra vökva í augu en sýru og basa, græna flaskan, plum øjenskylde, snúa tappa, skola og leita læknis. Aukist þrýstingur yfirmanna verulega á meðan á ferðinni stendur. Skal halda ró, anda djúpt og bíða þar til hætta líður hjá. Aukist þrýstingur enn frekar. Skal setja upp bleika hanska
og hræra rösklega í næstu kolbum eða kerjum. Slíkt hátterni eykur öryggis- og vellíðunartilfinningu yfirmanna. Þrýstingur yfirmanna getur þó haft í för með sér að launþegar fipist við störf sín og missi heilu líkama í gólfið af óæskilegum efnum. Þá skal umsvifalaust stöðva flæði og leka með þar til gerðum gaurum sem drekka í sig vökva. Mikilvægt að loka fyrir niðurföll með gellengjum til að efni fari ekki út í fráveitukerfið. Lengjurnar eru líka notaðar til að hefta útbreiðslu vökvans og klútarnir notaðar til að þurrka upp vökvann. Þessu skal svo komið fyrir í stinkskáp og eða fargað í tunnu eða gulan ruslapoka sem staðsettur í spilliefnakitti. Spillingin fjarlægð með öðrum leysum. Í þeim tilfellum sem rokgjörn og hættuleg efni hellast niður á gólf í miklu magni skal rýma svæðið og kalla til slökkvilið. Setjið viðvörunarkerfið í gang við meiri háttar spilliefnaslys. Við flutning á leysum skal gæta varúðar. Nota skal vagna með köntum til að koma í veg fyrir að flöskur renni af vagninum. Á vagninum skulu vera rakadrægir klútar og hanskar, spillkitt. Athugið að ferðast ekki með lyftunni þegar leysar eru fluttir á milli hæða. Þegar flytja á minna magn af leysum á milli herbergja skal nota fötur við burðinn. Ef flytja þarf kolbur sem innihalda leysa og eða lyf skal senda þær í fötum á milli hæða án samfylgdar launþega. Launþegar sem ferðast með tóma glervöru skulu nota lyftur. Fall í stiga með glervöru getur haft óæskilegar afleiðingar í för með sér. Rannsóknarstofan vel búin stinkskápum sem veitan launþegum vernd. Öll sýnameðhöndlun og meðferð leysa skal fara fram í stinkskáp. Hafið kveikt á sogi á skápunum og glerið í eins lágri stöðu og hægt Með því tryggt að gufur sogist inn og upp úr stinkskápnum en ekki út úr honum. Einnig virkar gleri í lágri stöðu sem vernd fyrir hvers kyns sulli á launþegan. Til staðar á rannsóknarstofunni einnig hanskaskápur sem nota skal þegar unnið með sérstaklega hættuleg efni. Vogarskápar einnig tengdir sogi. Mikilvægt að kveikja á sogi þegar vigtað Launþegar í þessari ferð ekki einir á ferð. Ekki menga fyrir öðrum launþegum í kringum þig, þó þig langi persónulega til að taka í nefið. Leysiefnagrímur til staðar á rannsóknarstofunum og ber að nota þegar loftmengun að ræða. Einnig rykgrímur heppilegar þegar verið að vigta duft sem þyrlast upp eða þegar verið að mala töflur. Fari brunabjalla launþegarrýmisins í gang skal umsvifalaust yfirgefa bygginguna og safnast saman utandyra á þar til gerðum safnstöðum. Lyftur má ekki nota í slíkum tilfellum.
Athugið að stysta útgönguleiðin ekki endilega dyrnar sem þú komst inn að morgni. Athugið einnig að nota ekki rafstýrðar útgönguleiðir þar sem rafmagn getur farið af og viðkomandi fest á milli hurða. Slíkur dauðdagi þykir ekki hetjulegur. Komi upp eldur í launþegarrýminu skal nota slökkvitæki og eldvarnar teppi til að slökkva eldinn. Það ef þú treystir þér til og engin hætta steðjar að. Að öðrum kosti skal yfirgefa launþegarrýmið og setja viðvörunarbjöllur í gang. Ástareldar mega þó loga í hæfilegu mæli. Brotið og sprungið gler skal meðhöndla af nærgætni. Brotnu gleri skal komið fyrir í þar til gerðum ílátum. Lágmarkið útrásina sem þið fáið við að kasta hálfbrotnu gleri í íláti. Þegar gleri fargað í gám utandyra skal vera með öryggisglerugu til að forðast það að glerflísar skjótist í húð og augu. Einnig skulu viðeigandi hanskar notar við athöfnina. Launþegar eru beðnir að kynna sér vel rétta förgun lífrænna leysa og annarra efna. Mikilvægt að förgunarbrúsar séu merktir með viðeigandi förgunarflokki. Mörgum minnisstætt, sýra í vatn reglan góð. Við blöndun á sýru og vatni fer meginhluti vatnsins fyrst í ílátið og sýran þar á eftir. Gasbrennara ber að meðhöndla gasalega varlega. Gætið að því að slöngur séu heilar og brennari í toppstandi. Svuntur og ermahlífar eru nauðsynleg vörn gegn mögulegum óhöppum við vinnslu sína í gasbrennara. Verði vart við gasleka skal yfirgefa launþegarrýmið og setja viðvörunarbjöllur í gang. Verði vart við ógleði og eða óeðlilega kviðstækkun skal umsvifalaust tekið þungunarpróf og næsta yfirmanni tilkynnt ef prófið jákvætt svo fljótt sem auðið er. Karlmenn eru undanþegnir þessari tilkynningarskyldu. Launþegar eru beðnir að kynna sér neyðaráætlun Actavis sem staðsett í Soppu 1746. Viðbragðsskema hangir einnig víða launþegarrýmið. Einnig launþegum bent á að kynna sér vel flóttaleiðir og staðsetningu á neyðarbúnaði. Umfram allt skal tryggja sitt eigið öryggi. Í neyðartilfellum hringið í 112. Ef launþegar að vinna á rannsóknarstofum utan hefðbundins vinnutíma, ber að nota neyðarhnappinn við störf sín til að tryggja öryggi ef eitthvað kemur upp.
Senn líður að lokum þessa myndbands. Launþegar eru hvattir til að rifja upp staðsetningar og eftirfarandi atriði. Útgönguleiðir, sturtur, eldvarnarteppi, spillkitt, brunaboðar, sjúkrakassar og slökkvitæki. Að auki eru öryggisvesti undir hverju sæti sem nota skal þegar System Suitability fellur. Það gefur félögunum til kynna að þér líði illa og þurfir á aðstoð að halda. Vinsalegast athugað ekki leyfilegt að blása á vestin á meðan á vinnur stendur. Við höfum farið yfir mörg atriði í öryggismyndbandi þessu. Munið, sloppin, öryggisgleraugu, lokaða skó, hanska, vinna í stingskápum og yfirveguð vinna. Vonum að þið hafi notið ferðarinnar og farið heim. Þökkum þeim sem áhlýddu.